Super Bowl tilboð Dominos. Stór pizza af matseðli, 1 skammtur af kjúklingavængjum og 2 lítra gos á 2.990 krónur. Dominos. Já, góða kvöldið, kæra áhorfendur og verið hjartalega velkomin með okkur hérna á IA TV í Akraneshöll. Það er fótbolti.net mót kalla sem að býður hér síðasti leikurinn í C-riðli, í C-deildinni, riðli 2. Það er Kári KVAF og þetta er nú úrslitaleikur hvort liðið vinnur þennan riðil. Það er Káramenn þurfa sigur, eru sem stendur með 3 stig eftir 2 leiki. Sigruðu hérna KFR á síðasta föstudag 6-0 en vikuna þar á undan töpuðu þeir hérna heima fyrir Árborg 2-0. KVAF hins vegar sigraði KFR 6-2 í þeim leik og gerðu jafntefli 2-2 við Árborg. Þannig að KVAF liðið eflaust sterkt og Káramenn þurfa að eiga góðan leik til þess að eiga möguleika hér, en það er nú engin leikskýrsla skráð, en við erum hins vegar með góð tengsl við Ása þjálfara Káramanna og hann var svo yndislegur að gefa okkur þessa mynd af byrjunarliði Káramanna. Dino Hodzic mættur í markið. Síðan er ein breyting á vörninni síðan í síðasta leik. Birgir Þór Sverrisson er í vinstri bakvörðunum og Sigurjón er þarna í hægri bakvörðunum og Birgir Steinn Ellingsen, en síðan kemur Ísak Örn Elvarsson inn í vörnina og Gylfi Veigar er færður fram á miðjuna sem hann er við hliðina á Fylki Jóhannsinni og svona 3 manna miðju. Jón Vilhelm þar fyrir framann í hólunni fyrir aftan Andra Júl sem byrjar frammi í dag og það er þá Garðar Bergmann sem dettur út þar og Gylfi Brynjar byrjar að þessu sinni út á hægri kantinum og Marino Hilmar úti vinstra megin líkt og fyrir viku. Og þetta verður eflaust spennandi kvöld. Það er náttúrulega verið að spila víðar og ýmislegt sem að Skagamönnum kemur við. Það er verið að spila úrslitaleiki í fótbolti.net mótinu á A-deildinni. Grótta er sem stendur 2-1 yfir gegn Keflavík. Keflvíkingar að vinna sig tilbaka í þeim leik, staðan 2-1 þegar 20 mínútur eftir, en síðan klukkan 8 hefst leikur Breiðabliks og IAA í Fífunni og hann er nú í beinni útsendingu á Blikar TV, en við ætlum að gera okkar besta til þess að færa ykkur áhorfendur Kára leiksins í kvöld myndir og frá einhverjum svona skemmtilegum atburðum í þeim leik. Ef að okkur tekst það er svona, þetta er tilraun. Við höfum aldrei verið hræddir við það að gera tilraunir og prófa eitthvað nýtt og það er ekkert víst að kliki. En sem fyrr segir engin leikskýrsla í þessum leik, þannig að það verður svona pínu strempið eins og svo oft. Það er erfitt starf að vera að lýsa leikjum í móti eins og fótbolti.net mótinu þar sem að leikskýrslan og formlegheitin er ekkert allt of mikil, enda menn ofta að prófa hitt og þetta hinn á þessa leikmenn í þessu móti, en svo styttist nú í Lengjubikarinn. Ætli hann sé ekki að byrja bara næstu helgi. Já, það er nú verðt að taka það fram að það eru engir áhorfendur til að taka við þessum kveðjum leikmanna, bara svo það sé alveg á hreinu. Binni vallarstjóri er hérna sér til þess. Við erum hérna fjölmiðlamennirnir en engin aðrir í húsinu eins og vera ber og þau færu við ykkur þetta heimistofu og ég segi bara góða skemmtun. Og Dino Hodzic kominn aftur í markið, var á bekknum, eini varamaðurinn sem ekki var nýttur í síðasta leik gegn KFR. Það verður forvitnilegt að sjá Gylfa Veigar Gylfason spila þarna djúpan á miðjunni
ásamt Fylki. Og ég reyna að rifja upp hvernig hann leysir af þar. Hvort að það var ekki Jón Björgvin. Nei, það er alveg stolið úr mér eins og En samt fullskipaður hópur hjá Kára og KVF mönnum. Það er bara gaman að þetta sé komið í gang allt saman. Það er fullt af fótbolta á Íslandi í dag en erfitt að fá stöðu uppfærslur. Og þá er þetta komið á stað. Helgi búinn að flauta leikinn á. Og það eru KVF menn sem að byrja með boltan. Og Káramenn byrja nú svona farið sér ekkit mjög óslega í pressunni til að byrja með. Við sjáum nú reyndar að Jón Vilhelm færir sig nú hérna ansi framalega og í rauninni fyrir framan Gylfa. Kemur fín sending fram, sendingin tilbaka. Ísak mann nú ekki eftir að hafa séð hann spila með Kára áður. Gott ef þetta er ekki bara fyrsti leikurinn hans. Káramenn, Birgir Steinn reynir langa sendingu, ætla að Gylfa Brynjari en þá koma gestirnir, komast hérna, þeir eru nokkuð áræðinir hérna, ætla sér að sækja greinlega, stjórna leiknum. Fylkir gerir þetta vel, kemur honum á Jón aðþrengdur, fær enga aukaspyrnu þarna, kemur langur bolti frá Ísak. Þá var Gylfi Veigar mættur í hlaupið og Káramenn búin að vinna boltan aftur og Andri með áhugaverða tilraun hérna vissi að markvörður KF manna var hérna framalega í markinu. Ágætis hugmynd hjá Andra Júl. Já, mér láðist nú að kynna mig, Örn Arnarsson heiti ég að sjálfsögðu. Með mér á kamerunni Arnar Óðinn Artúrsson. Talandi nýjungar, við vorum bæði í gær og í dag. Það var á okkar vegum sýndir 2 körfuboltaleikir yngri flokka hjá IA sem eru gríðarlega efnilegir, bæði 10. flokkur og 9. flokkur. 10. flokkur sigraði í gær IR. Það er gríðarlega efnilegt lið og ég hvet skagamenn til þess að fylgjast með því. Þeir leikir verða nú væntanlega á dagskrá hjá okkur í vetur. Mjög efnilegt lið og líklegt til árangurs. Og síðan var 9. flokkurinn sem að tapaði með 1 stig fyrir Njarðvík í dag. Og þeir sem þekkja til í körfuboltanum vita nú að Njarðvíkingar eru svona alla jafna nokkuð sterkt lið, þannig að við höfum kannski einhvern smá sans fyrir því hver staðan er á skagaliðinu. En þá koma gestirnir, boltinn fyrir, Dino grípur þetta nokkuð þægilega. Setur hann langan, beint á Andra, fín sending hjá honum. En Andri fellur við, fær ekki aukaspyrnuna. Og KF menn að nálgast teiginn. Birgir Steinn hitt hann ekki þarna í hreinsunni. Ná að halda pressunni. Gestirnir. Káramenn er svo sem hendar þeim nú ekkert illa að liggja tilbaka og sækja hratt. Þeir eru með fljóta menn eins og Marino, Gylfa og auðvitað Andra frammi. Það var gestirnir innkast upp við frímerkið. Stökkir að taka þetta. Þetta er ágætlega gert. Missa þó boltan, Birgir Steinn. Lyftir honum hérna, ætlaði Andra Júl, nær ekki að finna hann.
Nokkuð sprækir þarna í pressunni gestirnir og markspyrna dæmd. Keflvíkingar búnir að jafna gegn Gróttu, þar staðan 2-2 og 12 mínútur eftir. Við munum fylgjast með þessum leikjum, það eru stöðu upphæslur á þeim. En síðan voru einnig B-úrslitin voru einnig leikinn í dag og Afturelding tók á móti IBVF. Við veitum ekkert hvernig það fór. Því síður Þróttur Vogum gegn Selfossi og síðan Njarðvík Haukar, sá leikur hófst 19:40. Síðan úrslit í Reykjavíkurmótinu. Reykjavíkurmóti kvenna þar að segja. Valur og Fylkir eigast þar við. Sá leikur hófst klukkan 7 og ekkert verið uppfært þar. En hér hefur verið dæmd aukaspyrna á Gylfa Brynjar. Nú er eitthvað kvinkar sér hérna eftir þetta samstuð. En svo ég ljúki þessu með útsendingarna frá yngri flokkunum í körfuboltanum að þá þetta gert í nánu samstarfi við Körfuknattleiksfélagið og þeir í rauninni sjá þessar útsendingar en fá til þess búnað og aðgang að YouTube-brásin okkar sem bara hið besta mál og hendi dæmt hérna. Það yngri kynslóðin hérna á dómurum Akranesi sem að sjá þennan leik. Það voru allur reyndari hérna síðasta föstudag. Birgir Steinn lyftir þessu, nær ekki að finna samherja. Andri snöggur með sendinguna þarna, ætla Gylfi Veigar missir hann frá sér og fer síðan í pressuna og leikurinn fær að fljóta. Sprækir hérna Vesturbæingar og vel gert, leysa þessa pressu mjög vel. Þetta Andri frekar einangraður hérna í þessari pressu. Þá koma gestirnir og vinstra megin snúa við og færa hann yfir. Breiðablik búin að ná forystu gegn IA í þessum úrslitaleik Fótbolti.net A-deildar eftir 6 mínútur og veitum ekki hver skoraði markið en staðan þar strax orðin 1-0. Ekki góða fréttir fyrir Skagamenn en nóg eftir. Það nýr leikmaður í byrjunliðinu hjá. Hér hætta Andri ekki langt frá því að vera á undan í boltan hérna. En 50-50 bolti sem að markmaðurinn náði að grípa hann. En það Hrafn Hallgrímsson í byrjunliði Skagamanna í kvöld. Og síðan það nú Aron Kristófer, Benjamin Mehic, Árni Snær í markinu, Jón Gísli, Viktor Jóns, Brynjar Snær, Gísli Laxdal, Ísak Snær, Sigurður Hrannar og Árni Salvar Heimisson í byrjunliðinu. Kemur langur bolti fram, Ísak skallar þetta frá, þetta á mótherja en Skagamenn, Káramenn vinna boltan aftur en Gylfi tapar hann og harðan. Pressan að aukast. Birgir Steinn skallar þetta frá Gylfi allt og lengi að þessu og þeir eru búin að vinna boltan hérna aftur mjög hátt á vellinum. Þetta nauðvörn hérna hjá Káramönnum núna. Boltinn fyrir niðri. Ísak kemur þessu frá. Jón Vilhelm nær ekki valda boltanum en það rangstaða hérna dæmt. Þetta þungur róður hjá
Skagamönnum hérna, nei, Káramönnum fyrir gefið í upphafi leiks. Staðan ennþá jöfn hjá Gróttu og Keflavík. Það eru 7 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Staðan ennþá 0-0 hér. Þessi sending frá Birgi ekki á samherja. Spilaður eftir rólegheitunum hérna. Káramenn ekkert að fara, þeir ekkert að pressa stanslaust. Þeir velja þau moment af kostgæfni. Spilaði þetta mjög vel. Gestirnir þangað til þessi sending kom út af. Birgir finnur Jón er að taka niður. Glæsilega gert hjá Jóni Vilhelm en kemst síðan ekki fram hjá næsta. Gríðarlega leikið með boltan Jón. Blikar komnir í 2-0 eitthvað martraða kvöld eftir að annað marki kemur á 10. mínútu en Jón Vilhelm hérna búinn að vinna boltan. Setur hann á Andra sem að potar hann áfram á Gylfa sem fer í skotið, það fer að varnarmanni og þetta var stór hætta. Sjáum aðdragandann að þessu hérna. Jón vann boltan hérna, geta skot með vinstri fæti hérna og frábær björgun hérna hjá markverðinum og Jón Vilhelm mættur til að taka hornspyrnuna. Jón setur þetta inn að markinu og það í þverslána. Er það snerting frá markmanninum? Nei, ekki segja þeir. Skulum sjá þetta aftur hérna. Jón er stór hættulegur í þessum. Hann er bara að reyna skot, ég er að segja ykkur það. Það er mörgum í fersku minni þegar hann skoraði tveimur hornspyrnum í röð. Ég þreytist ekki á að rifja það upp hérna í sama leiknum í fyrra sumar. Boltinn hérna úti vinstri, Sigurjón vinnur hann. Ísak nei, þetta er Birgir Steinn í baráttunni, nær ekki til boltans. Fylkir síðan, nær ekki heldur til boltans. Þeir ná að halda þessu. Þessi tækling hérna, Marino Hilmar fann fyrir henni. Ekkert dæmt. Boltinn úti vinstri. Sigurjón setur pressu á. Boltinn síðan inn á teiginn, Gylfi Veigar, lest að Gylfi Brynjar síðan vinnur innkast. Gróttumenn komnir í 3-2, komnir aftur yfir gegn Keflavík. Og þar eru 4 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Sigurjón kastar þessu inn, Jón fleytir þessu áfram, fær aukaspyrnu, hreint í baki á honum hana. Andri. Snögga skiptingu hérna yfir á Birgi Þór. Hann spila tilbaka á Birgi Steinn, brotið á honum og það er fyrsta gula spjaldi síns mér á loft hér. Allt og seinni í þessa tæklingu. Já. Það er Birgir Steinn sem að tekur þetta bara stutt á Dino, fær hann aftur, kemst hann aðeins framar og lyftir hann svo upp í vinstra hornið þar sem að Marino er og fær nær boltanum hérna, kemst fram hjá einum upp að andamörkum, nær þessu fyrir inn á teiginn, smá vandræði hana. Birgir Þór með góða pressu hana, Jón Vilhelm nær að klafsa sig hana inn á teiginn en hann er umkringdur hreinlega, tekur snúninginn og ætla sér fína snúning hérna en dæmt markspyrna.
Já. Jesús minn. Ég veit ekki hvort það eru einhverjir að horfa á þennan leik í Kópavoginum, en staðan er orðin 3-0 fyrir Breiðablik núna þegar 13 mínútur liðnar að leiknum. Nei, ég ætla rétt að vona að þetta sé ekki einhver svona fyrirboði það sem koma skal. Í sumar reyndar svo sem liðið án nokkura leikir manna í þessum leik. Gylfi Brynjar með fína pressu þarna en dæmdur brotlegur réttilega. 3-0 eftir 13 mínútur fyrir Breiðablik. Þetta er vel spilað. Já, gestunum koma hérna upp hægra megin. Sendingin fyrir, þetta er fyrir aftan alla eða hvað. Nei, ekki hér. Leikmaður númer 7 með skotið í varnarmann. Og Dino Hodzic síðan grípur boltan. Og Káramen spila út úr þessu. Sjáum þetta aftur hérna aðdragandan að þessu. Spilið gott. Og lúrir hérna á fjärstönginni. Vantaði aðeins meiri kraft í skotið til þess að koma Dino í alvarleg vandræði. Ísak tilbaka á Dino. Jón Vilhelm kominn hann inn á einn vítateig. Dino lyftir þessu út til vinstri. Jón Vilhelm er þar. Nær ekki að taka með sér undir mikilli pressu, heldur þó boltanum. Snýr aftur út á kantinn. Finnur Fylki, hann á Birgi Þór sem að setur hann tilbaka á Dino. Hann rófa þetta aðeins, hafa boltan í smá stund. Heimamenn hérna. Gylfi Veigar með slæma snertingu þarna. Og sendingin síðan ekki nákvæm. Birgi Steinn gerir þetta vel, stendur hérna af sér tæklinguna, en hérna er brotið á honum síðan. Þetta var virkilega vel gert hjá Birgi. Andri kominn hérna langt tilbaka, sækja boltan aftur á Ísak. Ísak Örn með skiptinguna yfir á Birgi Þór. Sendi ekki frá honum beint í mótherja, en fær hann aftur. Fylkir skiptir yfir á Ísak. Já. Og fer Sigurjón á stað og hann sér það, Ísak sér það, en vel lesið þarna á bakverði gestana. Fín pressa síðan og Jón Vilhelm nær ekki valda boltanum, en þarna er dauðafæri Andri Júl og síðan Gylfi, og hér vilja Káramenn fá eitthvað en fá ekki. Sjáum hérna frábær pressa hjá Sigurjóni. Jón missir boltan frá sér, Andri síðan í skotið. Þetta er vel varið og síðan vilja Káramenn fá vítaspyrnu þarna, en veit ekki alveg hvort það var eitthvað í þessu, en sennilega besta færi leiksins sem að Andri Júl fekk þarna, en frábærlega varið hjá markverði KVF. Andri með fína pressu núna. Gylfi Brynjar með honum og svo kemur Jón, sendingin tilbaka. Erfitt touch þarna, en þá kemur bara allt Káraliðið í pressuna. Sigurjón vinnur boltan, en vill fá aukaspyrnu þarna, fær ekki, og þeir enda á að setja hann upp í loft. Frábær kafli hérna hjá Káramönnum. Gríðarleg barátta. Boltinn yfir á Dino. Já, Káramenn að minna hressilega á sig hérna. Fylkir, hann er aðþrengdur, gerir þetta vel, finnur Marino. Leitar aftur inn á miðuna, reynir stungusendingu. Káramenn missa síðan boltan. Já, fallaði tilbaka
Enda KF menn hérna geysast upp vinstra megin. Frábær snerting hérna, sendingin, þeir færa hann yfir á hægri kantinn. Dreifa spilinu vel hérna. Fín pressa hjá Marino en þeir halda boltanum, gestirnir. Andri í fína pressu þarna, kemur á Marino, hann sé á Jón sem reynir að pota honum inn fyrir á Andra en lesið þarna á ögurstundu í vörninni. Vel gert hjá Ísaki, nær að stíga þarna fram fyrir mótherja, finnur síðan Andra og heldur áfram hlaupinu en boltinn tilbaka á markvörð KF. Já, þá þetta komið í kunnulegt stef, Káramenn núna koma í pressuna og vinna boltan. Gylfi finnur síðan ekki Fylki. Fylkir núna og hér kemur hressileg tækling hérna á Birgir Þór og aukaspyrna dæmd. En maður sér að þegar að Káramenn fara í pressuna þá hún keppnis. Leik lokið hjá Gróttu og Keflavík, 3-2 sigur Gróttu þar í úrslitum A-deildar. Menn og viðurkenna, ég veit ekki alveg hvernig þetta virkar, hvort að þetta hér kemur frábær sending á Gylfa Brynjar sem að nær ekki að koma skotur á markið. Móttakan frábær, Birgir Steinn skallar þetta á Jón sem að lengir hann fram á við. Gylfi vinnur þennan skallabolta, Andri nær að pota honum tilbaka, Marino tekur hann niður. Marino, Fylkir lyftir honum yfir til hægri á Gylfa Brynjar, nei, þetta vel lesið. Sigurjón kemur í pressuna og Gylfi Veigar búinn að vinna nattur en gestirnir koma út með boltan. Ótrúlegt sagt, ekkert verið skorað í einar 8 mínútur í Kópavoginum. Staðan þá 3-0 þar. Staðan 0-0 hérna í fjörugum leik og jöfnum leik. Liðin hafa svona skipst á að setja pressu hvort á annað. Káramenn átt besta færi leiksins. En vantar ennþá markið í dag, kemur langur bolti yfir til hægri. Birgir Þór gerir þetta vel, setur hann út fyrir hana. Kemur síðan fyrirgjöfin, Dino nær að halda þessu í annari tilraun. Menn skjóta ekkert svo glatt yfir hann. Sigurjón reynir að setja hann inn fyrir á Andra. Munið nú ekki miklu hann tækja hann á hendina hana, en öxl var það. Mjög vel spilandi lið þetta KF-lið. Sluggsending hérna og út af. Sjáum hérna hluta varamannabekk Kára. Sáum við glitta í Sverrir Mars Smárason og Bakir Anwar Nassar og fleiri góða menn. Ísak gerir þetta vel, setur hann hérna yfir til vinstri en það ekki að finna Jón Vilhelm.
Kemur langur bolti hérna yfir á vinstri kantinn. Sigurjón vinnur skallan. Og Ísak setur fína pressu, alveg hárfína pressu þarna á leikmann nummer 11. Hann gerði akkurat nóg til að trufla á þess að vera dæmdur brotlegur þarna. Það var lekkert hjá Ísaki. Birgir Steinn fær nógan tíma hérna. Kemur með hann langan, aðeins og langan fyrir Gylfa Brynjar. Vel vakandi þarna í markinu. Nálgast Teginn, Sigurjón ýtir honum frá, bókstaflega ýtir honum út af hreinlega og ekki dæmt. Helgi hefur nú yfirleitt leyft töluvert mikið sem dómari, sem að oft í besta máli. Það svona þunn lína til þess að feta. Sigurjón á Andri syngur honum síðan inn fyrir, engin rangstæða. Hvað, Marino Hilmar kominn hérna einn í gegn. Tekur skotið með vinstri en yfir markið. Já, þeir vildu nú meina að þarna hefði verið rangstæða á Marino. Við veit ekki hvort við sjáum það hér. Virðist ekki vera af þessum myndum að dæma allavega, en skotið undir pressu, talsvert yfir markið. Já, Káramenn að fá betri færin. Þeir eru stórhættulegir í þessum röðu upplaupum og þegar að pressan kikkar inn kemur skiptingin hérna yfir til vinstri. Og aftur út á vinstri kantinn. Vinna vel saman hérna, Sigurjón og Gylfi Brynjar. Boltinn yfir, sendingin beint á Marino. En hann næri ekki að taka hann með sér eða hvað, jújú, hann endar með boltan. Hreinsar hann síðan hérna inn á miðsvæði. Gylfi á Fylki, hann finnur Andra, hann á Gylfa Veigar, hann á Jón. Þetta vel spilað, Gylfi tekur straugið, fær boltan aftur. Reynir síðan að skipta honum blind hérna yfir, en Gylfi Brynjar ekki mættur. Og Andri allt og aftarlega þarna, en þetta var góð hugsun hjá Gylfa Veigari þarna. Hann gerði sitt í rauninni. Kemur boltinn yfir til vinstri. Nokkur léttskæri, Gylfi til varnar. Gylfi gerir þetta vel, ekkert dæmt. Tókust þarna vel á. Síðan kemur þessi sending inn fyrir vörnina. Birgir Þór hreinsar þessu bara aftur fyrir. Tekur engar áhættur þarna. Þetta var það sem er kallað í Bretlandi ekkert kjaftaði vörn. Já, er það hotspinna sem að gestirnir eiga. Hárinn á Teginn, Birgir Steinn stekkur hæst. Síðan er tveir hérna, Birgir Þór, Andri skallar hann upp í loftið. Boltinn laus hérna við vítateigslínuna, kemur inn fyrir og hér er dauðafærið eða hvað? Nei, Káramenn koma þessu í fangið á Dino einhvern veginn. Mikill atgangur þarna. Fylkir út á Marino, vel lesið. En Káramenn búin að vinna boltan aftur. Birgir Þór tilbaka á Dino Hodzic. Dino út til hægri. Sigurjón tekur hann niður. Sendir hann svo fram, en þar er enginn til að taka við honum. Hann halda fram pressunni hérna. Þetta er vel spilað, Sigurjón les þetta. Þetta var ekki sending tilbaka að mati Helga dómara. Andri nær ekki til boltans.
Ég hvort við náum að sjá þetta núna hérna, þennan darra dans hérna, hvernig boltinn endaði í fanginu á. Það er Birgir Þór sem á snertinguna þarna og aftur ekki sending. Meira svona eitthvað klafs, en þeir halda pressunni hérna gestirnir, án þess þó að ná að koma sér almennilega í gegnum vörnina hjá Kára. Þeir eru vel skipulagðir og þéttir. Kemur boltinn yfir til hægri. Nó pláss þarna, kemur skotið og Dino ver þetta. Slær hann vel frá markinu. Og Káramenn koma svo út úr þessu með boltan. Jón nær að snúa. Út á Gylfa. Hann á Jón aðþrengdur þarna, missir boltan, missir jafnvægið. En boltinn á Birgi Stein. Róast þetta örlítið. Þetta var frábær markvarslag hérna hjá Dino. Sjáum boltinn kemur hérna, hann er með mikið pláss hérna til þess að stilla honum upp í skotið. En Dino slær hann vel frá markinu. Gerir vel. Þá koma Káramenn. Birgir Þór inn á Gylfa. Veigar, hann á Marino. Marino á Jón. Erfið sending hérna á Birgir Þór. Birgir Þór tæpur hérna með sólan og undan sér og þarna er Birgir Þór tekið niður. En ekkert dæmt. Birgir liggur enn. Sjáum þetta aftur og eftir. Sjá hvort ég hef náð því. Birgir er nú staðinn upp núna. Haldrar þó aðeins. Andri snýr, Fylkir. Róar þetta aðeins niður. Sjáum þetta hérna. Birgir missir hann aðeins frá sér. Og þarna kom ansi hressileg tækling. En hvort það náði sennilega boltanum fyrst. Gerir ég ráð fyrir, allavega var ekki dæmt. Fylkir tæpur hérna. Gylfi nær ekki til boltans. Og komaður, geta sóttrætt Ísak. Lokar vel á þetta. Og Sigurjón finnur Ísak Örn. Hann er undir pressu. Pollrólugur Ísak. Vel gert. Færir hann yfir. Ísak búinn að koma mjög vel inn í þennan leik. Kemur langur bolti yfir á vinstri kantinn. Marino nær að taka hann með sér. Gerir þetta vel. Jón utan á hann. Fær ekki boltan. Varnarleikurinn fínn þarna. Gylfi pressar vel þarna og Sigurjón hirðir upp boltan. Gylfi vegar með honum upp í hægra horninu. Hann leitar inn á völlinn. Finnur Andra. En fín vörn. Birgir Steinn tæpur þarna. Finnur Ísak Örn. Og leikurinn fær að halda áfram. Andri kiksar hann aðeins þarna. Boltinn tilbaka á Ísak. Hann róar þetta, tekur hann með sér tilbaka. 12 mínútur eftir að venjulegum leiktíma hérna í fyrri hálfleik. Staðan ennþá markalaus en þetta er fjörugur skemmtilegur leikur. Birgir Steinn. Sigurjón þarf að koma tilbaka en nær honum. Gylfi á Andri. Fyrsta snertingi sveik hann aðeins hérna en síðan lyftir hann þessu hérna í áttina Gylfa Brynjari. Þeir koma þessu frá. Ísak tekur hann niður. Á Sigurjón. Sem að setur hann tilbaka á Dino. Jón horfir yfir til hægri. Sigurjón er hérna komin mjög framalega en vel gert hérna hjá bakverði KVF. Virkilega vel gert. En sendingin var áhugaverð og góð. Staðan ennþá 3-0 í Kópavoginum. Ekkert breyst þar í einar 20 mínútur. Ég veit ekki hvort maður á að segja sem betur fer miðað við svona hvernig þetta var að þróast. Það ætlaði að tekist að stoppa í einhver göt þarna Skagamenn. En það er brekka.
koma gestirnir. Gylfi fylgir vel með tilbaka og nær að vinna boltan hérna. Sendi ekki tilbaka á Dino. Dino á Gylfa Brynjar. Hann finnur hins vegar ekki samherja. Mjög áþekk lið hérna að eigast við, held ég að sé óhætt að segja. Engin Tamburini, hér eru KVF-menn að sleppa í gegn en það er rangstaða dæmt. Já, ég ætla að segja að það er engin Tamburini í hópnum hjá IA í kvöld. Nýr leikmaður sem kom frá Grindavík. Finnskur bakvörður, hann er ekki sjáanlegur í hóp í dag. Birgir Steinn. Það má svo sem ekki gleyma því að Breiðablik er nú frábærlega gert hérna. Jón og Marino síðan inn á tegin. Andri Jól í færi og Andri Jól kemur Káramönnum í 1-0. Virkilega falleg sókn hjá Káramönnum sem að skilaði þessu frábæra marki. Sjáum þetta, Jón rétt svo touchar hann hérna inn fyrir á Marino og sendingin frábær frá honum. Andri þarf ekki að gera mikið til þess að setja þennan í netið. Sendingin er góð. 1-0 fyrir Kára. Þá koma gestirnir. Sendingin yfir til hægri. Boltinn laus í teignum. Gylfi Brynjar kemur þessu frá beint á Jón Vilhelm. Jón gefur sér tíma. Andri Júl var eini maðurinn fyrir framan hann. Fylkir á Jón, þetta er vel spilað. Jón yfirvegaður að vanda, sendingi síðan hendur á Fylki upp í hornið. Ætlaði Marino, gekk ekki. Það eins og kom inn á hann að með sigri að þá tryggja Káramenn sér toppsætið í þessum öðrum riðli. Í C-deildinni. Gylfi, vel gert. Andri Sigurjón laður á stað. Kemur, fær boltan hérna. Gylfi síðan. Reynir að setja hann blind inn á tegin aftur. Heldur boltanum þó. Andri, frábær tækling. Boltinn var á milli hérna. Ísak brýtur hérna. Skynsamlega. Já, Andri hafði nú eitthvað við þessa tæklinga að athuga samt. En ég gæti ekki betur séð en að boltinn hefði verið á milli þarna. En þá í þeim töluðu orðum bæta Blikar við fjórðamarkinu. 38 mínútur búnar í Kópavoginum, staðan 4-0 fyrir Breiðablik. En rauði hluti Skagamanna sáttur eins og staðan er akkurat núna. Birgir Steinn með kæruleyslega sendingu hérna út til vinstri. Og boltinn út af.
Birgir Steinn nær að hreinsa þetta upp, komum tilbaka á Dino, hann á Gylfa Veigar, hann út til hægri á Sigurjón, Fylkir býður sín á miðunni, fær hann, Fylkir horfir yfir, tekur þetta eiginlega blint þarna, en sendingin misheppnuð. Þegar að 5 mínútur eru eftir af fyrri hálfleik, staðan 1-0, Andri Júl. Steinn ekki vandræði með að koma þessu frá og Jón, hann finnur Andri, potar þessu á Gylfi Brynjar stoppin einnig gegn, en það er hann að klára þetta, frábærlega varið, þarna skotið ekki nógu fast og þá er leikurinn stöðvaður hérna vegna meiðsla eins leikmanna KVF. Frábært hlaup hérna hjá Gylfa, en vantaði smá kraft í skotið þarna. Birgir Þór á nafna sinn, Ellingsen. Svo boltinn tilbaka á Dino Hodzic. Tekur hann í fyrsta hérna fram á Gylfa Veigar. Sem er aðþrengtur hérna. Tilbaka á Dino. Þá kemur hann með hann aðeins lengra. Skalla frá. Birgir Steinn kominn hérna. Vel framalega. Sendingin út til vinstri. Það verður hættulegur hérna, leikmaður númer 12 í þessum hlaupum sínum upp, kominn inn á vítateiginn, upp að endamörkum, reynir fyrirgjöfni, þetta er skot og hann jafnar metin hér, búinn að vera hættulegur hérna í leiknum, leikmaður númer 12, sjáum þetta aftur hérna, og þetta er bara á nærstöngina hjá Dino. Já. Já, endist ekki lengi. Markið á 42. mínútu. Og þá erum við bara komin á upphafsreit á ný. En þetta var mjög fínt einstaklingsframtak sem að þetta voru ólík mörk að því leytinu til. KVF frábært einstaklingsframtak og með hana frábær spil skilaði Káramönnum þessu marki. Skipti yfir á Andra. Og þá eru þeir hérna 3-2. Ísak með frábæra tæklingu. Ísak Örn búinn að vera frábær hérna í vörninni hjá Kára í þessum fyrri hálfleik. Andri með fína snúning. Svona signature move. Hvernig sem maður orðar það á íslensku. Undirritunarhreyfing. Hefur einhvern veginn ekki alveg rétt að hljóminn. Fyrri hálfleik svona að ljúka. 44,5 mínúta liðin.
Fylkir kemur og sækir hann, setur hann langan yfir til vinstri. Marino nær ekki þessum bolta. Vörnin vel með á nótunum handa. Snúaðir við. Spurning hvort að einhverju verður bætt við. Það nú ekki mikla tafið orðið. Hérna koma leikmenn KFA. Sendingin fyrir markið. Sigurjón nær að reynsa þetta frá og í innkast. Þetta vel gert hérna. Sendingin út aftur til vinstri. Kemur með hann inn á teiginn. Birgir Steinn skalla frá. Gylfi Brynjar missir að þessum. Boltinn aftur út til vinstri. Og aftur yfir á fjarstöngina. Skallað tilbaka. Ísak Örn stekkur hægst. Kemur þessu aftur bara á sama mann og skila honum af sér. Ekki dæmt þarna. Marino Hilmar tekur á straugið. Sendingin inn á miðina, náðir einu færi hérna. Sendingin, tæp þarna, Gylfi Brynjar nær ekki þessum bolta og þá er flautað til hálfleiks. Staðan 1-0 hérna, með 1-1 fyrirgefiði og áður en að við förum í smá pásu að þá skulum við rifja upp mörkin. Það var fyrst Andri Júl sem að skoraði eftir frábæran undirbúning Jóns Vilhelms og Marino Hilmars. Og virkilega vel klárað hjá Andra og það var síðan leikmaður nr. 12 sem að ég held að heitir Róbert sem að gerir þetta frábælega hérna og setur hann hérna á næstöngina hjá Dino Hodzic. En við munum núna skella okkur í eina stutta auglýsingu og svo komum við aftur hérna með síðara hálfleikinn eftir svona 10-15 mínútur. Ég veit ekki alveg hvort þeir taka allt korterið, menn fara ekkert hérna út úr húsi, en ekki fara langt. Super Bowl tilboð Dominos. Stór pizza af matseðli, 1 skammtur af kjúklingavængjum og 2 lítra gos á 2.990 krónur. Dominos.
Super Bowl tilboð Dominos. Stór pizza af matseðli, 1 skammtur af kjúklingavængjum og 2 lítra gos á 2.990 krónur. Dominos. Já, komið sæl á ný, Örn Arnarsson heilsar ykkur hérna framöndan síðari hálfleikur. Nú einn skipting hérna greinilega hjá KVF, síðari hálfleikur leikur KVF í C-deild fótbolti.net mótsins, staðan 1-1. Engin skipting hjá heimamönnum og þetta er komið á stað. Það eru Káramenn sem að byrja með sama lið. Dino Hodzic í markinu, Birgir Þór, Birgir Steinn, Ísak Örn og Sigurjón í varnarlínunni, 4 manna. Síðan er á miðunni Fylkir, Gylfi Veigar og Jón Vilhelm. En KVF, hún er að vinna boltan strax hérna. Það er varamaðurinn kominn inn á teiginn. Birgir Þór fellur við. Frábærlega gert, kemur fast skot hérna, en það er bara framhjá næstunginni. Ágætis upplaup hjá þeim. Ágætis færi, hann hefur þurft að reyna að setja hann fyrir markið þarna svona frá þeirra sjónarhóli séð. En já, í fremstu 3 hjá Kára er síðan Marin og Hilmar, vinstra megin Gylfi Brynjar og Andri Júl upp á topp. Gylfi Brynjar út í hægra megin. Búið að vera svona kaflaskiptur leikur, liðin hafa skipst á að setja pressu á hitt. Andri á Birgir Steinn. Sendingin frá honum ekki nógu góð og gestirnir vinna boltan. Nú, leikmaður nummer 12, hann vill vera hérna í forgrunni hjá okkur. Hann er komin yfir í hægri bakvarðarstöðuna, sendir hann fyrir hér og Birgir Steinn setur hann aftur fyrir. Væntanlega nýr leikmaður í vinstri bakvörðinn, myndi ég halda þá. En eins og þeir vita sem hafa hort frá upphæðu leiks að þá er engin leikskýrsla klár fyrir þennan leik, þannig að maður er í smá vandræðum með nöfnin á aðkomuliðinu. Kemur boltinn inn á teiginn, Dino gríðarlega hávaxinn grípur þennan, það er ekki að finna Jón Vilhelm, en pressan frá Andra vinnur innkast þarna. Kemur Marino, þarf að snúa við á 1 og 2 hana. Horfir yfir, skiptir yfir á Jón sem hann er að skalla hann út á Gylfa Veiga. Gylfi aftur á Jón. Þá eru þeir búin að ná að þétta allir nema 1 fyrir aftan boltan hérna. KVF menn Birgir Steinn á Fylki. Hann er aðþrengdur, snýr inn í mann en heldur boltanum. Út á Sigurjón. Sigurjón í fyrirgjöfina en beint í varnarmann og út af Fylkir tilbaka á Ísak. Birgir Steinn á nafna sinn. Fylkir er að lyfta þessu inn á Andra, skalla frá. Það er ná að framlengja þetta út. Ísak kemur vel á móti þessu. Sigurjón síðan hreinsar þetta upp. Út til vinstri á Marino. Og Jón vill fá hann og fær.
Ísak aðeins óviss þarna, kemur hann á Sigurjón, fær hann aftur og síðan á Birgir Stein. Birgir út á Birgir Þór. Hann lyftur þessu hérna inn á tegin á Fylki sem hann nær að toucha hann þarna gegnum klofið á einum og fyrirgjöfin á nærstöngina beint í fangið á markverði KVF. Búinn að eiga nokkur svona mikilvæg augnablik. Koma gestirnir upp vinstra megin, lyfta þessi inn á miðjuna, leysa þetta vel, að nálgast hérna. Boltinn út til hægri, kemur fastu bolti fyrir og þarna á fjarstönginni vantaði ekki mikið upp á. En hornspyrna dæmd. Þannig að 5 mínútur eru liðnar af síðari hálfleik. Sendingin inn á tegin, þetta er hættulegt og skallið þarna fram hjá markinu. Skulum sjá þetta aftur. Þetta var bara stór hættulegt færi en náðu ekki að gera sér matur þessu. Og staðan ennþá 1-1. Birgir Steinn skiptir yfir til hægri á Sigurjón. Ná Gylfi Veigar. Gylfi lyftir þessu fram á við. En þeir ná að lesa þetta vel. Jón með fína móttöku þarna. Lipurspil hérna. Birgir Þór inn á teginn en þetta er óvinnalega. Bolti fram, Ísak gerir þetta virkilega vel, touchið ekki alveg rétt samt þarna. Dino með tæpa sendingu sem að fer beint á mótherja og enda með því að Birgir Þór er fyrir þarna, skilur ekki neitt í neinu. Sjáum þetta aftur hérna. Já, Birgir stóð þarna, fekk hann á sig en lítið við þess að segja svo sem. Þá er aukaspyrna hérna á hættulegum stað. Það eru tveir hérna þetta, það er varamaðurinn hérna, númer 9, sem ætla bara að setja þetta á markið og Dino bara í töluverðum vandræðum með þetta. Og boltinn leikir stöngina hérna. Sjáum þetta hérna, hörku spyrna og erfiður bolti fyrir Dino, en hann setur fótinn hérna í hann og framhjá. Töluvert pressa núna hérna á gestunum. Hornspyrnan inn á teginn, skallað að marki, beint í fangið á Dino. Hann er búinn að koma þessu hérna í leik á Birgir Þór. Með 2 í sér hérna. Birgir Steinn tilbaka á Dino. Sendingi frá Dino, alls ekki nógu góð. Ísak gerir þetta vel. Bjargar þessu.
Birgir, út á Birgir. Innkast. Andri setur hann tilbaka á Dino í markinu. Jón. Á Ísak. Ísak á Andra sem er svona fellur tilbaka eins núna hérna. Tæft það. Jón séðan með langan bolta. Gylfi Brynjar eldir markmaðurinn út úr teignum og er á undan í boltan. Og kemur þessu frá en ekki út af. Og Birgir Steinn út til hægri. Marin og Hilmar komið þangað núna. Smá flæðaðum hérna í framlínu núna. Sigurjón gerir þetta vel, kemur boltanum inn á teginn. Þetta er hreinsað frá. Og Ísak Örn gerir þetta frábærlega hérna. Birgir Steinn, stutt á Gylfa, hann á Ísak. Ísak með fínast bolta hérna inn á Fylki. Hann út á Birgir Steinn. Og getur skaplega núna hérna. En KV fliðið liggur allt tilbaka fyrir utan einn leikmann. Birgir Þór reynir að finna Andra Júl. Jón sterkur hérna með bakið í markið. Nær að snúa. Hvað gerir Jón hérna? Vippar honum hérna inn á teginn og Andri Júl í skotið. Það er framhjá, engin rángstaða. Þvílík tilþrif hjá Jóni Vilhelm hér. Sjáu þetta gríðarlega sterkur í þessari stöðu. Þetta er mjög áhugaverð sending inn fyrir og Andri Júl með skotið fram hjá markinu. Því það eru töfrar eins og ég segi reglulega. Það eru töfrar í þessum skóm. Hjá Jóni. Birgir Steinn vel staðsettur þarna. Gylfi nær ekki að halda boltanum hérna. Boltinn út til vinstri. Nálgast til Ísak. Ekkert dæmt enn og aftur. Ég er nú nokkuð viss að þetta hefði átt að vera aukaspyrna ef ég á að vera heiðarlegur. En Ísak er búinn að komast hérna upp með svona nokkur tæp tilvik hérna. Þetta var svona með svona það grottalegasta sem við höfum séð hjá honum enn sem komið í leiknum. Og skil gremju eða reiði fyrir að KV-manna. Ísak, langan bolta á Jón sem setur hann beint á Andra. Sendingin allt og innanlega hérna fyrir Marin og Hilmar sem var í hlaupinu. Fín pressa hérna hjá Káramönnum en Birgir nær ekki að finna samherja hérna. Þessi sending er hættuleg. Sigurjón vel staðsettur, setur hann tilbaka. Dino síðan. Róluður setur hann á Gylfa Veigar. Gylfi Veigar farið í baki á honum og þá trillast þeir enn meira KV-menn. Og gult spjald á leikmann nummer 8 hjá þeim fyrir mótmæli. Mjög sambærilegt atvik og þá er skipting hjá Káramönnum. Bakir Anwar Nassar er að koma inn á fyrir sýnist mér Jón Vilhelm Ákason. Bakir mjög duglegur. Gefur sig jafnan allan í verkefnið. Ísak lyftir þessu fram, Andri fleytir þessu og eldir, nær ekki til boltans. Fín pressa hjá Birgir Þór, nær ekki að vinna boltans hand. Gylfi í pressunni. Birgir Steinn er hann að skýla þessum út af, já. Ferði ekkert svo glatt í kringum Birgir Steinn. Komin eitthvað svona smá pirringur í menn hérna.
Gleymið því ekki að KF-mönnum dugir jafnteflið hérna til þess að enda í efsta sæti. Hér finnir að finna Andra, tekst ekki. KF-menn vinna boltan. Hérna upp hægra megin, Birgir nær ekki tæklingunni. Sendingin beint í Birgir Stein sem að næra pótónu síðan á nafna sinn. Tæft það og hér dauðafæri, frábær vörn hjá Ísaki Erni. Þvílíkt lykil moment hérna. Sendingin kæruleysisleg hérna var Birgir Steini og þetta bara dauðafæri og Ísak kemur til bjargar. Ísak Örn Elvason. Kemur hotspinnan. Birgir Steinn stekkur hæst, skallar þetta frá Andri Júli. Frábærlega varið hjá Dino Andri Júli hérna í jörðinni. Hörku spinna. Andri fellur við hérna, en þetta virkilega vel varið hjá Dino. Hann sett snöggur niður hérna. Já, þeir eru líklegri hérna. Já, ég ætla svo sem ekki að segja það. Andri Júl með dauðafæri hérna rétt á hann. En þeir eru búin að vera að ógna núna gríðarlega svona fín innkoma hérna hjá þessum leikmanni hér. Númer 9 sem að tekur hann vel með sér hérna. Tímasettur hlaupið vel hérna. Sendingin inn á teiginn. Birgir Þór er að hreinsa þetta frá. Það liggur á heimamönnum núna. Kemur boltinn inn á teiginn. En á þessu Ísak nær að skalla þetta frá. Og Gylfi Brynjar á Fylki sem að finna sig Andri á Gylfa Veigar. Hann á Andra aftur. Bakir fer af stað. Rétt á eftir honum hann að koma KF menn margir hérna, þeir eru 6 hérna í þessari sókn. Boltinn út til hægri, vörnin ekki alveg nóg vel skipulögð en þetta skot undir mikilli pressu vel framhjá en og aftur sjáu þið fjöldan á hvítum treyjum hérna í þessari mynd og Birgir enda með 2 hérna úti hægra megin og þá tvöföldskipting. Gylfi Veigar Gylfason að fara af velli sem og Birgir Þór Sverrisson, Sverrimar Smárásson og Haraldur Sturluson að koma í staðinn. Ég bara ætla að segja það eins og ég geri það yfirleitt. Þetta okkar maður að koma hérna inn á. Sverrimar kemur inn á miðuna og Sigurjón kominn yfir í vinstri bakvarðarstöðuna. Haraldur Sturlaus fer þá í hægri bakvörðinn. Staðan ennþá óbreytt frá því hálfleik í Kópavoginum. Staðan 4-0 fyrir Blika. Það eru 10 mínútur liðnar af síðara hálfleik. Birgir Steinn. Tæpur hérna. Ísak. Sendingin ekki góð frá honum. Haraldur Sturluson að næla sér í gult spjald hérna strax fyrir tafir. Já, þetta ekki, kemur ekkert óvart að myndi hefði eitthvað bæst í sektarsjóðu þarna. Þeir eru með að fá svona ódýr gult spjöld. 5-0 fyrir Breiðablik. Ég rétt var búinn að sleppa orðinu hérna. Mínútu síðar staðan orðin 5-0. Og eflaust allir skagamenn sem voru að horfa á þann leik eru vonandi fattir að horfa á þennan leik í staðinn. Þetta hér allt í járnum. En KF-menn koma sprækari inn í síðari hálfleikinn. Enda sé óvægt að segja það.
Fylkir vinnur boltan hérna vel, sendingin síðan upp í vinstra hornið, Marino. Andri þarf að hægja á hlaupinu hérna, skuruðust hlaupaleiðnar hjá þeim aðeins. Sendingin aðeins og einarlega fyrir Gylfa Brynjar. Haraldur kastar þessu inn, Bakir næra fleitur sá fram. Andri í pressuna en þetta virkilega vel gert. Ísak stekkur hérna fram fyrir sóknarmann KF og sem dæmdur brotlegur. Og það Ísak Örn sem tekur aukaspyrnuna. Kemur langur bolti hérna í áttina Marino Hilmari sem lesa þetta mjög vel. Vinnur boltan fyrir Kára hérna. Sverrir. Hefur á Ísak, Marino Hilmar liggur eftir. Heldur mjöðminn á sér. Honum nú að þetta sé ekki alveg rétt. Ási nú allavega ekkert að hann ekkert á neinu spretti til hans. Náðu ekki alveg hvort að þetta eitthvað högg eða hvort að Ási var kominn hálfa leið. Og gult spjald á Marino Hilmar. Ég ætla að ausa úr viskubrunni mínum og hérna, það betra að dæma með augunum en eyrunum. Ef að menn horfa á þennan leik eftir á, það aldrei gott að heyra of mikið. Það getur verið hættulegt og bara frekar leiðinlegt líka. Hann hefur vantilega fengið gult spjald fyrir einhver mótmæli fyrir að þurfa að yfirgefa völlin eða eitthvað slíkt. Ímyndaði mér. En allavega. Birkisteinn setur hann tilbaka á Dino. Að koma í pressuna hérna. Fjölmenn pressa langur bolti beint á Andra Júl. Andri finnur Fylkir sér hérna yfir til hægri, sendingin innarlega en þetta of framalega fyrir Harald. Ágætis tilraun samt. Vel gert hérna og Marino brýtur af sér. Þessi sending ekki nógu nákvæm. En búinn að vera virkilega sprækur í leiknum, þessi leikmaður númer 12 sem ég nokkuð viss að heitir Róbert. Eins innkoma hjá þessum leikmanni númer 9 hérna. Það vera virkilega sprækur og Sverrir Mar algjörlega allt of kærulaus hérna og hér bara dauðafæri og mark. Þetta var bara gefins mark hérna. Hræðilegt. Hræðileg mistök í vörninni hérna hjá Kára. Sjáum þetta hérna. Sverrir misreiknar sig algjörlega hérna og það leikmaður númer 7 sem að skorar þetta mark á 69. mínútu og kemur KF í 2-1.
Já, þetta var algjör óþarfi. Þá skipting Marin og Hilmar að koma að velli. Nikulás heitir hann þessi sem að kemur inn á. Bjarkason. Já, þetta var svona ákveðin blaut tuska í andlit Káramanna hérna. Birgir Steinn með fína sendingu hérna fram á Sigurjón sem að missir hann síðan út fyrir. Það komnar loka tölur í staðfest úrslit í leik Þróttar Vogum og Selfoss. 6-2 sigur Þróttar frá Vogum gegn Selfossi hérna í B-deild fótbolti.net mótsins og meðal annars 2 rauð spjöld á Selfissinga. Og verið svaka fýtt sigur hjá Þrótti frá Vogum í þeim leik. Þá reyna Káramenn að svara fyrir sig hérna. Þessi skalli hátt í lofti upp. Bolti mikið skallatennis hérna. Þannig vantaði bara að Helgi dómari skildi taka næsta. Sendi ekki út til vinstri. Fín vörn hérna hjá Haraldi. Þeir ná að halda boltanum samt. Og boltinn fyrir markið en þarna enginn nema Sigurjón. Sigurjón ná miðuna á Andra sem að næra snúa. Tókaði í hann hérna og brotið á honum síðan hérna. Andri vill fá spjald, þetta er nefnilega akkurat vandinn. Þegar þú ferð að spjalda fyrir lítið sem ekkert, þá hún erfitt að verja það og gera það. Hérna stokkið upp á baki á Nikolási, fær ekki aukaspyrnuna samt og þetta endar aftur fyrir endamörk líklega, eða hvað, innkast. Og þarf að vera smá spjall og spjald á Andra Júl fyrir mótmæli. Andri fær hérna grófa, fær mikið högg hérna á fótinn og ekkert dæmt. Leikurinn heldur áfram, nei, hann nú bara staðinn á fætur samt. Andri. Já, þetta eitthvað að fara að leysast upp í einhverja vitleysu hérna, ég veit það ekki. Koma KFV-ingar. Sjáum þetta kannski aftur hérna. Við rétt mistum að því hérna. En kemur innkastið, boltinn inn á teginn. Ná að koma sér frá. Fylkir nær ekki til boltans. Boltinn inn á nærstöngina og þetta er frábær móttaka og frábær afgreiðsla. Og þessi leikur er bara að klárast hérna. Þeir eru að klára þetta. Frábær móttaka og frábært skot. Sjáum hérna, þeir eru samt hérna 2 út á hægri kantinum. Skipulagið eitthvað aðeins farið að bregðast hérna. Og það var leikmaður númer 11 sem að skoraði þetta mark á 74. mínútu.
Þá skiptir Gylfi Brynjar af velli og sé ekki hver þetta sem kemur, þetta Breki sem kemur í staðinn. Ég ekki alveg klárað því. Og þá reyna Kára menn að svara fyrir þetta. Það hefur aðeins svona komið svona í ljós pínu munur á liðunum eftir að menn fóru að skipta inn á, að það gefur nú til kynna að breiddin sé meiri hjá KF mönnum. En rangstaða dæmt hér á KF. Sverrimar á Andri leitar af möguleikum, finnur hann hérna upp í hornið og vinnur. Það er hotspinna hlýtur að vera, er það ekki? Nei, ekki segja þær. Boltinn hlýtur að hafa rokkið tilbaka í já, markspyrna, er það? Og kemur sending hérna út til hægri. Boltinn út af. Birkisteinn yfir á Ísak Örn. Ísak ber boltan upp hérna, kemur með hann, síðan langan. Andri fleytir honum áfram. Bakir í barðunni og Nikolás ná hvorur til boltans. Þannig að það er ekki að spila sig í gegn. Boltinn tilbaka á Dino. Sigurjón aftur á Dino. Ísak á Sverri, hann á Bakir, hann út til hægri, en þetta er fyrir aftan Samherja. Já, þeir geta nú bara siglt þessu heim í rólegheitunum, KF menn, sýnist mér. Leysa þetta mjög vel. Já, þá getist pressa hérna, en þeir leysa mjög vel úr þessu gestirnir og koma upp vinstra megin. Það er bara í hvert skipti sem að núna þegar þeir fara í sókn, þá eru þeir að sækja á 5-6 mönnum. Alltaf skipting. Skagamenn búin að minnka munin gegn Breiðabliki. 5-1 er staðan þar. Það mark á 71. mínútu. Ekki tókst okkur að finna út úr því að ná að sýna í hér í þessari útsendingu svona það helsta. En það kannski hingað til ekki verið mikið svona
Mikið svona stemming fyrir því sjálfsagt hérna á Akranesi að vera eitthvað að fá of mikið að myndum úr þeim leik. En það var Káramenn sem að reyna að finna einhver svör hérna. Birgir með flotta sendingu á Sigurjón. Sigurjón gerir þetta vel, búinn að vera flottur í þessum leik. Sendingin ekki nógu góð þarna. Búið að færa okkar mann hérna númer 12 aftur yfir til vinstri. Gríðarlega öflugur leikmaður. Káramenn hafa átt í erfiðleikum með hann í þessum leik, 10 mínútur eftir. Bakir og einmanna í þessari pressu núna. Langur bolti fram. Birgir Steinn nær ekki að skalla nógu langt í burtu. Þeir koma inn á teginn. Kemur skoti fast. Skot hérna og hver annar en Ísak Örn er mættur til þess að bjarga málunum þarna. Sjáum þetta hérna. Ísak nær að stíga hann út hérna. Kemur síðan langur bolti hérna frá Haraldi en ekki á neitt samherja. Spilaði bara í rólegheitunum hérna í vörninni. Leikmenn KVF. Og kemur pressa hjá Káramönnum. Það vantar aðeins upp á hana til þess að þeir ná að skapa almennilegan glundroða hérna. Sækja þær upp vinstra megin, gestirnir. Finnst núningur hérna, sending tilbaka. Lyft síðan inn á teginn, þetta er aðeins og hátt. Og Dino kemur síðan hérna út á Sigurjón. Ísak og Harald. Andri hittar hann nú ekki vel en finnur samherja samt. Bakir reynir að finna Nikulás að muna litlu. Gekk ekki alveg. Bakir brýtur af sér hérna. Já, biðst afsökunar þessu. Myndæmi kurteis drengur. Svona virðist vera svolítið vindurinn úr Káraliðinu. En mark frá þeim. Fljótlega gæti nú kannski breytt einhverju þarum. Andri lyftur þessu inn fyrir vörnina. Þetta er of langt. Þetta er kunnuleg staða núna þessar undanfarna mínútur. Þetta KVF-lið hefur nú alveg heillað mig hérna í þessum leik. Sprækir, góðu formi, vel spilandi og góða markmann. Bara mjög margt jákvætt. Svo sem eins og líka margt mjög jákvætt, sérstaklega í fyrri hálfleik hjá Káramönnum. En
Þetta hefur verið aðeins öllu erfiðara hérna þeirra líður á síðar hálfleikinn. Kemur hornspyrna. Hér þeirra rétt rúmar 5 mínútur eru eftir. Þetta stutt. Lyftaði síðan hérna inn á teiginn Birgir Steinn. Skallar þetta aftur fyrir eigin mark. Og önnur hornspyrna. Núna liggur þeim ekkert á. Kemur hornspyrnan út svingandi. Nikolás kemur þessu frá. Allt Káraliðið náttúrulega komið tilbaka, þannig að það er enginn til að taka við þessu. En á aftur er hann að stríða þeim hérna Róbert. Og já, missir boltan aftur fyrir. En Ísak mættir honum hérna. Og þá er skipting hjá KVF. Það er leikmaður númer 4 sem að fara af velli. Fjórum mínútur eftir að venjulegu leiktíma, tæpar 3,5 eða svo. Ef að Káramenn ætla sér eitthvað út úr þessum leik, þá þurfa að fara að koma með mark bara mjög fljótlega. Þá gæti kviknað í þeim. En það þarf eitthvað að gerast mjög fljótt. Kemur langur bolti fram á Andra sem vinnur skallan. Finnur ekki samherja. Þetta er spilað tilbaka hérna. Kemur langur fram, beint á kollin á Birgir Steini. Skallar hann beint á mótherja. Vinnur, lesa þetta vel, Sigurjón. Sigurjón með langan bolta, of langan. Sem endar hjá markverði KVF og þá geta þeir bara byrjað á nýtt. Þetta er vel gert. Káramönnum gengur bara erfilega að ná boltanum að þeim núna þessa stundina. Sennilega bara kannski búinir að játa þessu sigra hérna í þessum leik sem var lengst af mjög jafn og spennandi. Káramenn fengu nú aldeilis færin til þess að skora fleiri mörk í fyrri hálfleiknum og eins í upphafi síðari hálfleiks. En tókst ekki að gera það. Kemur langur bolti fram, Sigurjón eftir. Sigurjón kemst fyrir þessa fyrirgjöf. Boltinn tilbaka. Og Nikolás kemst fyrir þetta, gerir þetta vel, heldur hann minn á Sigurjón. Hann á Fylki, pressa á hann, aftur tilbaka á Sigurjón. Sigurjón. Andri býður sig, Bakir fyrir á stað, sendingi frá Andra, allt of stutt. Ísak stoppar þetta. Ísak aftur mættur til að vinna boltan. Reynir að finna Bakir, finnur hann ekki. Bakir fer í pressuna. Hann er ekkert að gefa það eftir og brýtur síðan af sér. Hann svo sem eins og venjulega, Andri Júl neitar að gefast upp en
Kemur fín sending hérna inn fyrir vörnina. Sigurjón gerir nóg til þess að trufla þetta. Fínasta sending hérna. Sigurjón gerir virkilega vel í að þrengja skotvinkilinn hérna. Þannig að það er engin leið að koma að þessu markið. Kemur langur bolti inn í vítategin og á markvörð KFinga þegar dettur í 90 mínútur og þá er sá tími kominn að einsmanns dómnefnd IATV velur mann leiksins úr röðum heimamanna og hann var að enda við að skalla bolta. Ísak Örn Elvarsson hefur orðið fyrir valinu hjá mér, búinn að heilla mig mjög í þessum leik. Kemur skotið beint á Dino. Já, Ísak Örn bara búinn að standa sig virkilega vel. Oftar en ekki stoppað sóknir KF á mikilvægum augnablikum, verið yfirvegaður og spila boltanum vel frá sér og bara áskoða honum til hamingju með þetta. Og þá erum við komin í hérna búin mínúta í uppbóta tíma. Þessi ekki þessar klassísku 3 mínútur, ekki árið mikla tafir, skiptingarnar ganga rætt fyrir sig í þessu móti og kemur langur bolti fram, fínasta sending, Birgir Steinn gerir vel og þetta ætti nú að vera markspyrna væntanlega en hotspyrna dæmd. Fá þeir eitt tækifæri viðbútt til þess að bæta við marki hérna. Staðan ennþá 5-1 fyrir Breiðablik. 1-1 í seinni hálfleik. Við reynum að taka eitthvað jákvætt út úr því. Og kemur búið að vera mjög hættulegar hotspinnar frá honum hérna eftir að koma inn á þessum. Frábært mark hjá KVF, ég verð bara að gefa þeim það. Frábær hotspinna, frábær afgreiðsla. Dino á ekki möguleika í markinu. Sjáum þetta hérna, spinnurnar frá þessum leikmanni hérna númer 9 og það er leikmaður nummer 26 sem að setur hann á 92. mínútu. Kemur boltinn yfir á Sigurjón. Sigurjón reynir að koma honum inn á tein, gengur ekki. Nikolás búinn að vinna hann aftur, gerir þetta vel strákurinn. Finnur Fylki, Fylkir missir hann frá sér, heldur honum þó við illan leik, sendingin tæp og þá er flautað til leiksloka, leiklokið. 4-1 sigur KVF er staðreynd hérna í þessum leik. Byrjaði nú vel. Andri Júl kom Káramönnum yfir 1-0 á 37. mínútu en þeir jöfnuðu á hvað var það, 40. annari eða svo og síðan voru 3 mörk í síðari hálfleik. Við skulum kannski renna í gegnum mörkin. Vist að ég er að tala þau annað borð. Hérna sjáum við fyrst markið hjá Andra Júl, frábært upplaup. Og Andri klárar þetta virkilega vel en síðan var það frábært einstaklingsframtak Róberts sem að gerir þetta virkilega vel. Setur hann hérna í nærhornið hjá Dino. Nú, það var síðan á 69. mínútu sem að þeir komust í 2-1. Mistök hérna hjá Sverri Mar og eftirleikurinn tiltölulega auðveldur hjá þeim. Það var síðan leikmaður númer 11 sem að bætti við 3. markinu. Nógur tími hérna í fyrirgjöfina og móttakan og afgreiðslan virkilega góð.
og það var síðan Nei, ég með vittlust moment hérna afsakið það hérna það er eitthvað að klikka hjá mér núna en sjáum hvort það kemur núna jú, hérna kemur það frábær spyrna setur hann bara innanfótar hérna í fjærhornið, virkilega vel gert já, 4-1 tap Káramanna sem að enda þá í öðru sæti í þessum riðli og framöndan hjá okkur hérna næstu leikir það var nú kannski ekkit vitlaust að kíkja á það við getum, það er hægt að sjá allar þær upplýsingar en á iatv.is bend ykkur á það þar erum við með á forsíðu það sem að framöndan hjá okkur og það næsti leikur laugardaginn 13. febrúar IA Selfoss í Lengjubikar kalla sem að rétt handað við hornið en Örn Arnarsson heiti ég og vil þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdina hérna fyrir hönd okkar á IATV. Eins vil ég þakka Arnari Óðni Arthúrsinni fyrir hans störf á myndavélinni og þangað til næst þá bið ég ykkur bara vel að lifa og hafa það sem allra best. Super Bowl tilboð Dominos. Stór pizza af matseðli, 1 skammtur af kjúklingavængjum og 2 lítra gos á 2.990 krónur. Dominos.